Já, góða kvöldið. Ég ætla að taka fyrir hérna vínarabriði, Dracula Frankenstein variantinn sem svona í tilefni að hrekkjavakan var daginn. Nei, ég segi svona. En allavega ég sá að þið voru að tefla í dag Georg Maier og Daniel Dubov og þá kom þessi stað upp sem býður náttúrulega svörtum upp á að drepa E4 sem Georg Maier gerði, dróning H5, hótamáti á F7, riddari D6 og biskup B3. Og nú semst aðalhótunin hjá hvítum riddari B5 og það alltaf mátótun á F7. Nú riddari C6, riddari B5, G6, dróning F3 og þetta allt saman teórin í þessu. Og F5 mainline, en ég held að Georg Maier hafi leikið riddari F5, dróning D5, riddari H6 og hérna leik Dubov D4 en hann hefði nú bara verið með hartnaður unnið ef hann hefði leikið D3 ef ég man rétt. En nóg það, Georg Maier kunni greinlega ekkert í þessu. Þetta kannski meira í franskri vörn með svörtu. En ok, F5, dróning D5, hótun að drepa D6 og máta F7. Og þetta svo kallað mainline í þessum variant, B6 og svartu treystir á að fá hraða liðskipaðan og gott spil fyrir skiptamenn. Þetta lítur að vísu alveg ógnandi út, sko, svona með mannlegu augað. Nú riddari 1-2 bestur, biskup B7, dróning D3 nákvæmast. Við förum úr skálinni og oft planið okkar að leika dróning H3 og svo D4 setna til að opna fyrir biskupin. Já, mér þótti bara gaman að vita hvernig staðan í þessari línu væri, sko, í rauninni. Ég hef aldrei almennilega skilið þessar stöður, það svo skrýtnar. Biskup bara 8 virkar eðlilegt. Ég kíkti á eitthvað hérna í ganni, F4, drottningi fyrir alltaf H3, sko. Og þetta virðist nú bara vera gott á hvítan, sko. Þetta þynnist svolítið sóknin hjá svörtum, svo geti hvítur alltaf harðbakkan slær, þess vegna tekið á F4. En ok, dreipið á 8, hrókiring og svo svartu þarf ákveða sig hvernig hann ætlar að tefla þetta áfram, hann náttúrulega bara skipta minn undir en með miðborðið og eitthvað svona virkni en H5 hefur telst og hérna skoðaði ég 2 leiki, dróning H3 hefur telst í einhverju skák hjá ofurtölvu, það svona mainline. Ég skoðaði líka A4, kom alveg ótrúlega að finna línur í þessu. Nú hann dreipum riddara þá þetta gott á hvít. Tekið á A5 skák og svo D4 að koma. Riddari B4, þetta svona alveg fáránleg lína sem ég kíkti á með tölvuforritið þetta. Svartur með skemmtilegt miðborð en kóngurinn siki og við hótum aðdreipa B6 og þessi lína alveg fáránleg, sko. Svartur hérna og ég vandræði með A-piði. Þetta eitthvað svona þvinguð atburðarás. Og hvítur myndi sérst vera með 3 peði upp í kall og F peði þarna ógnandi og
þetta kannski óljóst, ég veit ekki hvað að segja með þetta. Þannig að A4 er valmöguleiki hérna alveg athyglisvert. Það hafa einhverja supertölvur telt þetta innbyrðis með einhverja svona leið, 10-4. Og svo kom strotningin hérna á D1. Og B3 er ágætt hugmynd með hugmynd eins og biskup A3 setna kannski. Nú, eins og afturleikur biskup B7 og myndi þetta líklega þynnast út hjá honum. Hrókur 1-8. Þetta er eitthvað sem ég kíkti á svona fyrir eitthvað snögt bara. Ég ætla nú ekki að leita sannleikans en já, skákin heldur bara áfram en það er svona eins og hvítur geta alveg staðið af sér stormin í þessu og svolítið kannski riski að tefla þetta með svörtu síns með sko. Þannig að þetta er aðeins leið að tefla svona með hvítu. Ég ætla kannski að fara aðeins yfir það sem er kannski meira svona save option hjá svörtum, leika biskup E7. Það var það biskup 1-7. Nú drottnir er byrjað 5, hrókering. Hér hefur nú hvítur reynt ýmislegt. Nú rittar F3 er svona mainline. Rittar G2 er líka alveg svona athyglisverð hugmynd. Sýna bara hvernig hann getur telst með H4 D3 og þá er hvítur ótt með hugmynd að eiga G5 ritin fyrir biskupin. Já, skákin þetta bara áfram. Það er líka svona H5 option hérna. Þetta er eitthvað svona 12 lína. Og hugsanlega hvítur hérna með ágætt spil. Rittari D4 getur verið að koma. Rittari F5. Alveg svona creative dæmi sko. Já, rittari F3 er mainline. Hér á svartur fjölmarga leiki. Skal byrja á hrókur E8. Og þetta teflast einhvern veginn svona. Rittari A5, þetta virkar mjög rökrétt að fara eftir biskunum. En það á semst hvítu biskup D5 sem er svolítið pirrandi leikur. Og rittari 1-4. Þetta er svona smá trikk sko. Og rittarinn er svolítið asnalur á A5. Og þetta er tölvöld betri stað á hvítan. Hvítur með pressuna. Og svartur er þá smá vesenu með biskupnum C8. D4, hrókur E1 getur verið að koma. Jafnvel rittari F5 spurning. Og svo alltaf H4, H5 plan í svona stöðum. Þannig að þetta er ekki alveg svona einfalt fyrir svartan. Já, hugsanlega betra að leika rittari C6 fyrst og svo rittari A5. Og það hafa telt skákir einhvern veginn svona ég held að B5 sé nú til dæmis frekar slæmilegur hérna, þetta er skáki á Nakamura. Og já, sem svörtu peðinu er svo veik sko. Hann telti á móti 4 húsa, B5 er svona kvatvísleikur sem maður mætti segja. Og hérna getur svartur út að leiki B6, spurningunni þetta er H4, þetta er einhver hugmynd. Virkar eðlilegt að einhvern veginn svona. Svo kannski dróning G4 er að koma, biskup D2 og svartur þar einhvern veginn að bregðast við þarna á kongsvæng. Hrókur 1-8, D3, biskup F8. Já, hérna er með skák hjá Bartel og Bluebaum. Og Bluebaum er nú nokkuð solid. Þjóðverinn er eitthvað solid í byrjunum. The Germans. Þannig að telst einhvern veginn svona.
og hvítur reyndi eitthvað svona þess að pressa en blúbáminn var solid og hélt þessu alveg með svörtu sko. Já, þessi staði bara í öfn, þannig ég ætla að baka. Það er A5 með svona, já, það er alveg fýtt kostur. Og CSS hefur verið leikið hérna er einhver önnur skák. Bara svona að sína hvernig svona skákir geta telst. Og það peðar á H6, það var alltaf, getur svolítið vesinn á það F6. Og ég myndi segja að hvítur væri með pressu hérna sko. Það skulum baka. En náttúrulega ef svartu þekkir þetta ekki þá getur hann lent í vandræðum sko. Biskup F6 til, dróning F4. Ég geti til dæmis verið mjög freistandi að leika hrókur 1-8 en þessar stöður virðast alltaf vera verri á svartan sko, þetta er kongur D1. Svona eitthvað aðeins verri, ég var eitthvað aðeins kíkja á það. Og þetta er G1, það er svona mjög mentað sko, fara með réttar hann E2 til dæmis. Og svartur er með verri peðastu og er bara með aðeins verri tafl hérna sko. Þetta er mjög freistandi að leika biskup F6 og hrókur 1-8 en það virðist ekki vera gott sko. Svo hefur hvítur alltaf augun á að leika H4 og þá er option eins og rittari G5 í stöðunni. Hrókur H3, hrókur G3, klassist. Setna meir. Já. Þannig að það er rittari 1-8 hefur telst hérna líka. D5, þetta er svona standard hugmynd, leifa svörtum ekki náleika D5 sjálfum. Þannig skák hjá Cornet á móti Philip Boe Olsen bara núna á þessu ári. Getur rúlega þetta, sem að biskupin á C8 er vandræða greipurinn sko. Og þetta er nú ekki mjög skemmtileg stað á svartan verið að segja. Bara veislað hérna sko. Þetta er bara pökkun sko. Þannig að maður sjá. Það ritar 1-8, þetta er kannski aðeins svo passíft sko. D5, þetta gefur hvítum bara betri stöðu sko. Það er eins og pitti sko. Svartur þarf að vita hvað hann er að gera í þessu sko. Er ég með eitthvað meira? C6. Þetta verðist vera standardsplanið alltaf að fara með peð á D5. Hér er skák með Sjúkurov á móti Dúdín, ég veit ekki hver það er. Það fórnaði þarna peði og reyndi að fá spil. Fekk nú eitthvað spil. Svo vann hvítur þetta síðir en já, það er bara þetta D5 plan er stórhættulegt þannig ég held að svartu verð eiginlega að leika rittari CSS og fari í þetta rittari A5 dæmi hérna. Sýnist það sko. Þá er bara smekksattri hvernig hvítur ætlar að tefla þetta. Kannski er eitthvað svona bara best eins og Bartel tefla á móti Mattias Blúbám. Já, ég ætla að láta þetta gott heita. Takk fyrir.